Jæja, gott fólk, við erum mætt aftur önnum deildinu núna í Króatíu. Þetta verður aldeilis reis að fylgjast með. Við erum með ykkur hérna áfram, ég og Magnús. Magnús, segðu hæ. Kjöra feiminn, já, hann eftir. Leist þér ekkert á tekur ekki að vera búkljóða... feiminn núna. Nei, það er ekkert núna. Leist þér ekkert á keppnina minni í búkljóðum hérna í byrjun streymins þegar ég glemdi að mjúta mig? Jó. Svo sem það var svo léleg framistæða, skiptir ekki máli. Já, nákvæmlega. Hvað höfum við mikið tíma? 5 mínútur. Það eru 5 mínútur í 5 mínútur í að tímataka byrji. Og við erum með 13 manns á braut. Það er eitt sem að lét okkur vita að öllu líkindum ná hann ekki reisinu þar sem hann er ennþá fastur í vinnu. Það er spurning. Hann hefur möguleikann á því að ef hann verður kominn heim á næstu 15 til 18 mínútunum þá hefur hann tækifæri til þess að starta aftastur. Já, við lofum yngu. Ég veit ekkert hvað hann gerir, þannig að ég veit ekkert hvort hann sé eitthvað stáður út á Ballarhafi á okkurum báti eða hvað, en hérna hann hefur allavega möguleikann. Ég er ekki frá því að ég sé að sjá hérna á braut Magnús. Ég er nú ekki búinn að sjá tilkynningu, en er þetta nýtt lið? Nei, þetta er allavega nýtt liður hjá Agnari. Hvað er það sem þú ert að tala um? Nei, hann er merktur Lavas á... Nei, ég veit ekki. Þetta er... Býttu nú hver var með þetta lifir í líka? Var það ekki Jónas? Nei, Þorsteinn. Steini. Já. Það er spurning hvort að þetta sé... Hvort að þetta sé Yamaha Racing. Já, eða Lavas í ótáknum. Yamaha Racing Team. Já, það stendur á því Yamaha Racing Team. Þess vegna fór maður að grunna það að þetta væri nýtt lið. Ég tók nú ekki eftir neinni kynningu eða neitt svoleiðis, en hérna... Nei. Jæja, heyrðu, það er komið inn Yamaha Racing Team. Kynnið til leiks brakandi festlið, Yamaha Racing Team. Úrvalsdeild verða Jói Egils, fyrsta deild Jón B og Ásæll og önnur deild Agnar og Þorsteinn. Já, vel gert. Þetta er spennandi. Þetta er líka flott liður í. Alltaf gaman er að koma ný lið. Já. Það eru sviptingar. Já. Við erum núna erum við með 2 Grétar á braut. Grétar og Grétar G. Já, það er rétt. Það er Grétar Hagalín og svo, já. Já. Ég er til, væntanlega til mikillar gleði, þá erum við með 3 McLaren á braut. Það er eitthvað. Ég sé það nú ekki inn en að keyra. Já, með við hversu mikill McLaren aðdáandi þú ert allavega í formúlunni, já. Það hlýtur þetta að vera eitthvað sem að gleður þitt litla hjarta. Ég sko,
McLaren F1 og McLaren framleiðandinn eiga ekki alveg sama staði í hjarta mér, en þó ef ég ætti að velja í raunheimum á milli ofubíla þá hugsa ég nú að ég tæki góða McLaren, svona meðal McLaren yfir meðal Ferrari eða Lambo, sko. Er það ekki Bara svona ef ykkur vill henda í maður hefur á meiri möguleika á að hafa efni á McLarenum heldur en Ferrari eða Lambo? Já, ef þú panta bara réttu Volkswagen varahlutina í Lamboinn, þá ættir nú að komast upp með að reka hann ódýrt. Já. Herru, nú er kominn tími á að henda af stað tímatöku. Í annarri deild. Herðu. Fyrsta keppni, annarri deild á vortímabili. Ingi, ég vil beðast innilegar afsökunar á þessu. Ég er búinn að passa mig rosalega vel á þessu. Ég bara steinglimt þessu núna. Ég er pínur ykkaður eftir þetta jólafrí. Ég er búinn að kippa hljóðinn í lag. Ef það þarf að heyra staðinn betur í magaða mér eða eitthvað, þá látið þið vita, en þetta á að vera í lagi svona. Varstu ekki með stillingar að seifa þær inni? Nei, ég nenni ekki að heyra svona mikið í bílunum þegar ég er að æfa sjálfur, þannig að ég fær alltaf á milli, sko. Herðu, við bara hendum tímatöku á stað. 13 bílar á braut, A14. Þetta verður veisla. Já. Og minnum á, hendið like á streymið og endilega sendið okkur spárnar ykkar. Hverjir teljið að verði top 3? Ef að það er ástæða fyrir það, við nefnum ekkert að þessu 4 Datsunar á braut. Já, næstu ég búinn að velja Nissan, en ég ætla samt að halda áfram að láta eins og þetta sé ómögulegt apparat að keyra. Siggi Haukaus ætlar að spá Datsun í fyrstu 3 sætin. Það er fyrsta spáin. Já. Agnar er allavega fyrstur út úr pit í tímatökunni á Datsun. Agnar? Já. Já, hann er þarna langt á undan. Það er rétt. Það er hárrétt. Það var ekki búið að uppdatast mér. Og svo Eiríkur Ingi á Lexus þar fyrir aftan hann. Svo er Jón Þór í 3. á Datsun. Grétar G á Datsun þar á eftir. Svo kemur Binni Skrambi á Lexus. Arnar, bróðir af Inga sem er að lýsa hérna fyrstu deildinni á okkur, hann er þar á eftir á Porschenum. Örn Ellings keyrir McLaren og Steini Sveins, einn af gömlu kempanum okkar, er á AMG. Jónas á BMW M6. Ólafur Nói á Porschenu sínum. Jón Anton á McLaren. Addi á Datsun og Grétar á McLaren. Þetta þykir mér nú vera hneyksli að enginn skuli hafa tekið Lamborghini. Ekki það, ég hafði ekki kúlunar í að velja hann, þannig að ég ætti ekki verið að gera það fyrir að aðrir myndi gera það. Agnar er kominn á tímatökuring. Ég er að fara í gegnum S-inn áður en hann kemur í herpinnið fyrir ógnvænlegustu beygju brautarinnar.
Já, hérna spá, Jó Egils, Steini, Jón Þór, Grétar, G. Og Hannes, Steini, Agnar og Jón Þór. Agnar byrjar á að fara pínu varkár í gegnum þessi kennið. Hérna hjá okkur. Koma hérna í gegnum síðasta herpinnið inn á Roskablan. (38 142) fyrsti tími. Eiríkur Ingi 38 588. Þór upp í annarsætið 38 483. Greta 39 6. Binni upp í fjórða. Arnar Elling 7. Arnar 7. Steini upp í annarsætið. Það er bara 14.000 fyrir aftan Agnar. Dimmu minn, ég vona að þetta hafi bætt upp fyrir að hafa klúra fyrir þessi kenninu á Outlapp. Ná voru flestir að fara í gegnum þessi kennið þarna í beinni útsendingu. Þarna þessi ekki. Eiríkur Ingi bætir sig, tekur fyrsta sætið. Jón Þór upp í fjórða. Mætti vera Örn að koma við línuna, bæti sig ekki. Arnar að bæta sig upp í 8. sæti. Og Steini Sens á toppinn. 38 034. Ólafur nú í áhrifur hringirna upp í 5. sætið. Hvað er næstu bíll yfir? Jón Anton upp í 7. sætið. Grétar ekki að bæta sig. Arnar að bæta sig 10. sætið. Kemur hérna Grétar. Ætti nú að bæta sig aðeins. Jónas var þarna með skemmta framann. Brynjólfur að klára Outlapp bara hérna. Hver er fremstur hérna? Agnar. Agnar bæti sig ekki. Eiríkur bæti sig ekki. Steini var að taka í gegnum döðasíkinni á 221 km hraða. Það er ákveðið svæði. Örn að koma hérna á McLareninu sínum. Mean Green Machine. Og svo eitthvað sagði, bæti sig ekki. Hver er næstur þá? Þetta er svolítið erfitt að fylgja þessu. Ólafur nú er næstur hérna, bætir sig Ólafur upp í fjórða bætir sig sætið. og upp í 4. sætið, já. Nú finnum við eitthvað aðeins aftar, já. Jónas hérna var náttúrulega með skemmta þessum ring, þannig að það þýðir ekki neitt. Já. Addi að bæta sig upp í 8. sætið. Upp um 2 sæti.
Hver er að koma inn yfir línu? Grétar. Bætir sig aftur. Já. Fer niður sekúndar. Það sko bara búður að tenda. Fyrstu 9 bílarnir eru allir á sömu sekundinni. Það er nefnilega það sem ég var að búast við í opndeildinni að það yrði ansi mjótt á munum. Binni hugsa ég að eigi nú ágætis tíma inni á þessum hring og ég vil eftir að færast eitthvað upp. Hann hefur ákveðið að breyta til og fara á Lexusinn. Jón Þór að bæta sig. Binni líka fyrir upp 2 seti. Eiríkur Ingi snúa hérna. Erlings að bæta sig og Steini kominn undir 1.38. Já. Ólöfi Nói upp í annarsætið. Ólöfi Nói nefnilega upp í annarsætið. Sagan segir að hann gangi pilsi. Nei, fyrirgefðu, pilsnir, nei, hann ætlar á pól. Það eru fleiri spár. Sindri spáir Misfit 1-2, Arnar Örn og svo Agnar. Non-biased segir hann. Ingi segir Steini Ólífur Arnar. Hann á þá við væntanlega bróður sinn. Agnar er næstur yfir línuna. Agnar upp í annarsætið. 37 og nær að hefja síðasta hringinn. Já, á eitt hring eftir. Steini, Jón Þór upp í efstasætið. Já, 37-6-2-2. Á toppnum. Bara spurning hvort þeir ná okkur af þessu af honum. Steini að koma hérna yfir línuna. Bætis ekki. Ólöfi Nói. Bætis aðeins en hækkar ekki. Endar 2.000 fyrir aftan Agnar. 2.000. Æjæj. Jónas að bæta sig aðeins. Endar í 6. sætinu. Og Jónas og Grétar fara hérna hlið við hlið í gegnum aðra og þriðju beygju og hver kemur út á hún. Það sjáum við nær Agnar að... Já, Agnar er á hringan þá. Ég er að koma hérna í síðasta herpenni inn á Róskaplan. Aðeins laus á leiðinni út úr beiginni. Nei, bætis ekki. Það er Jón Þór sem að nær pólnum. Á Datsun. Á Datsun greyinu. Það er held ég hérna að sýna sig hversu mikla hæfileika hann hefur ef hann er að koma sem Datsun á pól, sko. Já, það er... Taka hérna myndir af þessu. Já, ég er að skrifa hérna í skjalið mitt. Rósauðina, svo að þetta sé nú alltaf hreinu. Jón Þór, Steini, Reyns, Agnar,
Þá erum við með Jón Þór á pól. Þetta glæsilega tíma 1:37.622. Steini Sveins í öðru, Agnar í þriðja, Ólafur Nói í fjórði, Eiríkur Ingi fimmti, Jónas í sjötta, Jón Anton sjöundi og Binni í áttunda sæti. Og það sem að geta, það er innan við 0,9 sekundur úr fyrsta í 9. sætið. Svo kemur Addi 9. Greta G er 10. Arnar er 11. Örn Erlings 12. og Gretar í 13. sæti. Mikið rétt, ég er búinn að skrifa það, hann að vera með þetta alltaf hreinu. Við enda þetta sessjón, þannig að menn geti farið að koma sér yfir á hérna inn nýjum stillingum til þess að fá öll dekkin sem þeir mega að nota. Þetta hard og medium mandatory. Við ætlum að vera með grid start í þessu. Þetta voru klárt og þá þurfa menn bara að endara, geta valið sér dekkin sem þeir eiga og setja ræsingu 22.35. Illa vegið að Datsun stráka mínir, segir Ólafur, næst besti bíllinn á þessari braut. Já, það getur vel verið hans næst besti bíllinn á þessari braut á eftir Lamborghiniunum. Datsun er rosalega skemmtileg bíll á þessari braut. Ég get ekkert neita því. Mér finnst hann bara ekkert svara mér þegar ég er að keyra hann. Ég er bara hálfmókaður yfir því. Ég er bara búinn að segja þér að þú bara beygir ekki nógu hratt. Já. Eitthvað í þáttina. Það var komin einn spá hérna, Dimmi, Steini, Agnar, Jón Þór. Það er held ég ágæti spá. Siggar Hegguðsvangur í kryddstart í opnudildina. Vantar ennþá 3 á braut. Já. 5 svona refsing á það alla. Drive-thru penalty á það alla. Nei, ef það er hárrétt, ég kann ekkert á hann, en hérna, það er líka bara út af því ég vill fyrir ekki að keyra Nissan í raunum, ekki í þessu. Herru, þá er allir komnir inn, þannig að þá er hægt að fara að raða upp á línu. Og þá ætlum við að hafa Jón Þór á ráslínunni, á pól. Steini er annar. Agnar þriði. Agnar þriðja. Ólafur Nói fjórði. Ólafur Nóa. Þar er hann hérna. Eiríkur Ingi í 5. Þannig við verðum með hann Jónas þar á eftir. Jón Anton á eftir honum. Svo er það Binni í 8. sæti. Þetta er okkar 9. Gretar G 10. Arnar 11. Örn í 12. og Gretar 13. Smellpassar hjá þér. Þá bara
Það er bara good luck. Have fun. Skellum þessu stað. Niðurtalning er hafin og það er náttúrulega grid start, þannig að ef að menn þjóðstarta þá fá þeir automatist refsingu fyrir það. Já. Þetta verður allt í boði styrktaraðilinn okkar frábæri. Við ætlum að keyra þetta af stað og svo kannski þetta svo þeir eru hringið þá ætlum við að segja ykkur frá þeim. Ég ætla að fara hérna í 7. sætið. Já, eftir 3 eru allir á medium. Oliver, Eiríkur og Jónas og á harddekkjum ásamt Jónatoni og Binna Grétar Hagalín á medium hérna fyrir aftan og Arnar á medium fyrir aftan líka. Það er 3 white og 4 white og 5 white jafnvel. Þetta eru þvílíku samlokunar. Oliver Nói óheppinn. Oliver Nói Verður aftastur eftir smá samstuð í fyrstu beygju. Já. Jón Anton býður eftir honum. Örn eitthvað að Bara fara hafa utan með nuttaðan aðeins. Örn verður mögulega kærður fyrir utan með akstur í Króatíu. Það er undir lögregluvöldum þar að ákveða hvernig það verður. Staðan óbreytt á toppnum. Medium menn aðeins að stinga af. Addi búinn að tóa þessu svolítið upp. Komin upp í 7. sætið. Já. Á harddekkjunum. Komin upp í 10. Já. Þokkalega Það þýðir samloka að- hérna að fara inn í síkenni núna. Já. Og Grétar og Addi og illa að fara með góða menn hana. Þetta verður dýrt. Addi þarf nú að snúa við og komast á stað aftur. Má bara ekki vera fyrir öðrum. Þarna vantar handbremsuna. Þarna kom hún. En þeir eru þá Jón Þór í fyrsta, Steini í öðru og Agnar í 3. Binni 4. fyrir aftan þá. Kom ekki eitthvað fyrir Mennirnir upp á aðeins. 8. sætinu. 90 mennirnir aðeins búnir að draga sig frá þeim. Örn Ellings eftir að hafa endað síðastur út úr 3. beygju á síðasta hring er orðinn 7. Það eru sviftingar í gangi hérna. Já, Arnar komin upp í 5. sæti Já. og er farin að sækja ansi geist að Binna. Arnar náttúrulega á mediumdekkjunum á Porsinum. Já. Addi búinn að ná Grétari hérna, reynir á utanverðinni inn í 4. beygju. Það var ekki til. Oliver Nói komin upp í 10. sætið. Örn orðin Grétar hérna að fara smá vítt hérna. lestastjóri, 7. og niður. Örn Alexander Albon mættur, já. Jónas alveg í skottinu á Grétar. Það koma hérna niður að fyrsta síkinni. Eiríkur Ingi þar fyrir aftan. Þessi fallega græni McLaren og hérna liða þessu lest semmilega.
Já, algjörlega hlutlaust. Algjörlega hlutlaust eins og hjá Sindra. Hilli Sigurveigar frá því áðan að hann er sannfærður það að Oliver tæki svaka comeback hérna. Já, við höfum alveg séð hvað Oliver Nói getur. Hann er hörku dræfur. Já, hann sýndi það aldrei. Jón Þór utan í vegginn í þessu kenninu. Með smá skemmta framan, Agnar tekur þá fórustuna. Það er kominn Datsun í fyrsta sæti, það getur eitthvað fagnað því. Já, þetta er Datsun í fyrsta Já, ári. þetta er Datsun og Datsun, já. Það er nú einhver að reyna að setja álög á Steina núna. Hvað er næsti Datsun? Það er bara Grétar Hagalín í 7. sætinu. Já. Er með Örn bara beintur í fram að sig en með Jónas í raskatinu og eftir sér. Já. Hann þarf að passa sig svolítið. Örn með varnarlínuna inn í aðra beygju. Gerir þetta snyrtilega. Svolítið þægilegt fyrir Örn að vera með þessa 2 beintur í aftan sig því að það heldur athyglinni. Grétar að snúa í vegginn. Og Góstar sem betur fyrir allir komast í gegn. Og við það er Oliver Nói að nýta tækifærið og fara fram úr Jónasi. Þetta var náttúrulega bara photo-op tækifærið að auglýsa Lovísu svolítið vel. Hvað nú það sem það er, sko. Og já, Oliver Nói kominn upp í 7. sæti. Eftir að hafa verið orðið síðastur. Já. Eins og segi, þetta er hörku ökumaður. Stingur sér hérna Eiríkur innan á Jónas. Og hver er þetta? Oliver Nói búinn að snúa. Og Steini líka, hann er stoppað þarna. Þannig að Binni komin upp í 3. sætið. Já. Örn kominn upp í 5. Arnar í 4. sæti. Bara réttur aftan Binna. Steini recoverar í 9. sætinu og Oliver Nói í 11. Með skemmtir á nánast öllum panelum. Það er Mig langar að minnast á það ef að Jónas horfir á útsendinguna af þessari keppni eða horfir á keppnin eftir á að mátt endilega resetta hjá þér netið. Smá lagg á þér að bara svona ef þú skildir horfa á þetta ágætt að rífresa netið aðeins. Já, sjá hvort það laggi í lagi fyrir að hafa sett þessi álög kommentétorskursið á hann. Fór þarna aðeins djúpt. Það er allavega staðfest ein kæra í annarri deildinni þá. Já, ég skal taka hann á mig. Ég er með breitt bakk. Það er allt í lagi. Ég er með þér í liði þannig að ég þarf að vera vanur. Já, góðu punktur í Siggar Haukus líka að muna fyrir alla sem að er að keppa með okkur að þetta er landsnúran must. Wi-Fi oft ekki að duga nógu vel. Kemur þetta högt á bílana og 5G náttúrulega jafnvel enda að vera Jónas lendir hérna í vegnum. Það er kannski eitthvað sem þú skoðar. Það er, ef þú ætlar að láta Wi-Fi tenginguna virka þá þarf að vera með þeim mun öflugri router og annað til þess að gangi upp. Geta farið við þessi mál svona í fyrsta reysi. Já, þetta er sem betur fyrir þetta laggi ekki það mikið að þetta ætti ekki að vera að hafa neinn gríðarleg áhrif en við höfum lent í því í keppni þar sem menn hafa verið að hoppa 1 til 2 bílbreiddir til hliðar. Já, í allar áttir.
það gerir það að verkum að ökumaður sem er að koma til dæmis aftan að þeim mönnum sem lagga, að það er mjög erfitt fyrir að vita hvar á brautinni bíllinn er. Já. Arnar á bönanum mættur í 3. sæti. Ég vil ánægður með hann. Vel gert. Og meiri segja, ég hef lent í því sjálfur að ég hef verið að taka fram úr bíl sem að var á skjánum hjá mér, að hann var 1,5 bílbreytt frá mér, ég keyrði samt á hann. Já. Þannig að Eiríkur Ingi komið fram úr Erni, Steini kominn upp í 8. sætið og náttúrulega þegar Greta lendir í ógöngum hana og er þá að pressa á þessa menn, er náttúrulega á mítjundekkjunum, klippir aðeins körbið þarna eins og gróft, hoppar aðeins þarna til. Gretar sýnir sig í speglinum, fer á innavöruna, tekur þetta bara snirtilega, en þá er runnið inn á fyrstu beygju í slippi hjá Steina. Það geti verið tækifæri fyrir hann að koma tilbaka. Steini tekur innri Aðeins við erum að gera. Það er smá kossar fram og tilbaka hann á milli þeirra. Weaponist Racing og allt það. Gretar stingur sér raunavöruna. Hvernig þetta virkaði veit ég ekki, en nóg gerðan til þess að halda sér inn á braut eftir þetta. Hörku baráttu hérna. Menn alveg trítilóðir. Ætla að ná sér í góð stig hérna í fyrstu. Ólöfu Nói, Grey kallinn. Hún sýnt gríðarlega hraða, vantar smá consistency. Já, kannski svona muna stundum less is more. Já. Þú borgast að fara 2-3 km hægar inn í beygju og ná henni heldur en að detta út fyrir. Já. Ragnar er komið með 7 sekúndar forskot á topnum. Great minds. Haha, ég var akkurat að byrja þetta fyrirsetningu. Og Jón Þór með 4 sekúndur í Arnar þar fyrir aftan. Jón Andur kominn inn á harddekkjunum. Byrjun 7. hrings. Það ekki? Nei. Lok 7. hrings. Lok 7. Þá fer þetta nú eitthvað að stokkast. Þeir sem að byrjaðu á hard ætti að fara að vinna sér svolítið upp, og þeir sem byrjaðu á medium aðeins að detta niður, ætti að jafnast aðeins toppurinn. En já, mögulega í bestu stöðu er akkurat núna Binni, að ef hann er að beisla Lexusin vel á mítjundekkjunum hérna eftir kannski hring eða 2, þá ætti hann nú að geta unnið sér vel upp. Og sömuleiðis með Eirík og Örn. Ég er að fara að styttast í smá baráttu milli Grétars og Steina aftur. Grétars og Steina, já hérna, auðvitað. Agnar kominn inn af mítjundekkjunum. Kemur trúlega á 8. hring. 4. Nú að segja það. Verður hann aftar en það? Binni kemur inn af harddekkjunum sínum. Og Eiríkur Ingi sýnist mér. Já. Þetta skipta hringurinn mikli, Örn er komin inn líka. Þeir eru að fara að skipta yfir á medium, bæði Eiríkur og Örn. Steini þá komin í 4. sætið á nokkra hringi eftir á mítjundekkjunum. Jón Þór er
fremstur. Arnar er komin upp í annarsætið á stýripinna. Á mítundekjunum, hann á hardstintið eftir. Jón Þór eigi frítt stopp á Steina. Já. Það eru 23 sekúndur frá Steina niður í Jón Þór, þannig að Ég er nú ekki einu búinn að pæla í hvað pittlosið á braut er ennþá, ég er ekki komin svo langt í þessum pælingum ennþá, en hérna, ég hugsa 23 sekúndur síðan nú, þannig að hann haldið í. Já, pitturinn hérna er stuttur. Sjáu það núna, hann er að koma inn. Við skulum sjá hvað. Ég hugsa samt að Steini þurfi nú að koma inn á þessum með næsta hring. Það var Arnar rauðin fyrstur. Þá mæti Gretar og stingur sér innan á hann. Og þeir eru báðir að koma inn í pit. Þá er Binni búinn að stoppa. Hörðu, hann er farin á soft. Jón Þór er komin út. Binni er á soft. Binni er á soft. Þannig að við vitum að hann á þá eitt pitstop eftir. Já. Ég er ekki vissum að það hjálpa honum eitthvað að vera að keyra soft ekki inn. En mér hefur svo sem skjáttlast áður. Einhvern tíðan hefur það gerst. Ég var ungur og vitlaus. Já, hann er allavega fyrsti á þessu tímabili til þess að setja softekkin undir í keppni, þannig að hann vígir hér með rauðu dekkin okkar. Arnar með 7 sekúndur á topnum. Og ég var miða við að hann eigi þó Já. Og Binni í vegginn á softekjunum. Snýr hérna. Ekki það nú góð nýting á mixtu gerðina dekkjunum sem við höfum. Nei, maður vill sem minnst vera að stoppa á mixtu típu af dekkjum. Þetta þó hérna fyrir aftan Örn Ellings með Essi. Matti og Oliver hérna í hörku baráttu. Matti aðeins í vegginn á leiðinni inn í dessikennið áður en hann kemur að því. Hann er hérna betra exiti. Hann liggur að losa sig úr slipinu. Arnar heldur sem 7 sekúndur. Ef þú ætlar að fara í vegginn í síkennu þá heldur þessi betra að gera það áður og þú ferð inn heldur en eftir. Já. Það hægir aðeins á þig, rótera bílnum aðeins fyrir þig. Já. Binni kominn fram úr Örn Ellings aftur. Bæði meiri reynsla á ökumanni og náttúrulega töluvert mýkra gúmmí undir bílnum. En það er spurning hvenær Binni þarf að fara inn aftur. Hann á náttúrulega annan ganginn af mandatóri dekkjunum eftir. Já. Hann á alltaf eftir 16 sekúndna stopp, sko. Já. Arnar kominn inn á topnum. Það eru hann ætti að vera nokkuð garanteraður, þarna bara rétt á eftir Jón Þóri. Pálmar notaði soft í opnu. Já, hann hefur pitað fyrir soft. Það hefur verið Pálmar sem afmeyjaði þetta fyrir hún. Það er allavega fyrsta skipti í annarri deildinni.
Arnar er komin út í 3. sæti og það eru 7 sekúndur í Agnar á toppnum. Þeir eru allir komnir á harddekk. Ég hugsa að Binni eigi þennan pluss 1, kannski 2 hringi á softdekkjunum. En hann er ekki að ná að toppa hraðasta hringinn sem Ólafur nú er búinn að setja. Ólafur nú er náttúrulega á miðjundekkjunum. Já. Þeir farin að sækja svolítið á, farin að minnka þess tíman í Ólafur Nóa og það sé ennþá tæpa 3 sekundur á milli þeirra. Já, Ólafur Nóa fór náttúrulega fram á honum fyrir 1,5 hring eða 2 hringjum. Það fer eitthvað að jafnast á milli þeirra kannski. Þeir fylgjast ennþá að Grétar og Steini og Örn fyrir fram að þá. Steini kemur inn, gefst upp á þessum helvítis drusli softdekkjum. Það komin hérna niður í, hvað? Kemur út í 10. sæti. Nei, ok. Ólafur Nói bandbrjálaður þar á eftir. Kemur Binni út á medium. Þá geta keyrt með allt í syngjandi botni. Já. Það styttast aðeins bilið milli Arnar og Jónasar. Þeir eru hérna 7., 7., 8. og 9. sæti er svona eina sem að gæti farið að gerast einhver barátta í. Já, svo er spurning hvort að Jón Þór nái Agnari Já. fyrir fórstuna. Ég skal hérna fylgjast með þessu hérna áttar. Endilega kíktu á Agnar og Jón Þór og láttu mig vita ef eitthvað er að gerast þar. Það er ennþá 2 sekundur á milli þeirra, þannig að Hafa komin inn í slipið á hann og gerði svo smá mistök. en það er alveg greinilegt að Jón Þór ætlar sér sigurinn. Já, æstur í hann. Þeir eru báðir á harddekjunum. Spurning hvort að það borgi sig fyrir Adda að bara hoppa inn á softdekkinu og reyna við hennan hraðasta hring bara. Svona eina alvöru bilið þar sem að borga sig að fara inn að reyna við hraðasta hring til þess að fá fleiri stig. Hann á allavega pitstop í Grétar fyrir aftan sig. Já. 1,3 ára milli Agnars og Jón Þórs núna. Arnar aðeins að vinna á það og báða sinn. Já. Það eru 4 hringir eftir. Þetta er ekki búið, þeir eiga eftir að fara í gegnum dauðasýkinnið 4 sinnum. Já. Það þarf ekki nema bara 1 skipti til þess að eyðileggja keppnina sína. Já.
En svo er Jón Anton það fyrir aftan 11 sekundum á eftir Agnari á mediumdekkjum sem eru nú þó nokkuð vel farin og hérna getur nú mögulega gert sér líklega til þess að taka kannski 1 eða 2 stöður. Og Eiríkur Ingi þar fyrir aftan á einn á medium. Já, þó nokkuð lengra í hann. Það þarf ekki mikið að gerast og þá gæti það nú orðið að einhverju. Ég held að, ef ég á að segja eins og ég held að Örn Ellings, ég held að hann eigi eftir að vera feginn þegar þessi keppni er búin og hann getur farið að setja nýju pedalana sína á riggið. Já, hann var náttúrulega að uppfæra pedala núna í jólafríinu og er ekki búinn að setja það undir ennþá. Nei, hann notaði jólafríið og uppfærið hjá sér stýrið og allt saman og fekk með því pedala sem að fara alveg niður í gólfið, eru ekki sem sagt loadscell pedalar. Eftir að vera búin að venjast loadscell þá er svolítið erfitt að fara tilbaka, en það sem hann fekk nýju loadscell pedalana bara 2 dögum fyrir keppni þá var tekin ákvörðun innan liðsins að það yrði beðið með að skipta þeim út þangað til eftir keppni. Já. En er að keyra ágætlega. Jón Þór kominn í sekundum fyrir aftan Agnar. Great minds, þetta er alltaf það sama. Átt aðeins verra exit. Úr olnbóðunum. Það er flottur hérna í 3. sætinu þá. Steini kominn hálfa sekundu fyrir aftan Gretar. Greta kemur þetta ekki svo hæglega upp. Ég er alveg svoleiðis í slippinu á honum núna. Það hleypar honum aðeins frá sér fyrir síkinnið. Góð ákvörðun þar á betra exit. Örlítið betra exit út úr þessu kynnu. Spurning hvort að hann láti sig bara flakka. Nei. Þetta er allt rengilega gert. Tveir hringir eftir. Það er farið að minnka svolítið hringjafjöldin, vegalengdin sem að Jón Þór hefur til þess að ná því innan sigursinn sem hann langar svo greinilega mikið í. En ég veit svo sem það að Agnar langar alveg jafn mikið í hann. En djöfullinn hafið það ætli nú að vera Datsun í 1. og 2. seti. Við vitum allavega eina manneski sem að fagna því. Já, 1, 2, 3, 4. Burt sér frá liðum að hérna, þá held ég að hún fagni því að GTR-in sé á topnum. Já. Og það vita svo sem allir hvaða manneskja mun frekast í að Datsun heldur en liðið að félagana eða hvað það er. Nei. Þetta er En nú er hringur eftir. tekið eftir í að nú er aðeins farið að skyggja á brautinni. Það getur ekki ringt á þessari braut. En það getur komið svona eins og þokuslæða yfir brautina. Já. Og þá verður brautin svolítið græn. Hún verður áberandi grísi við það. Já. Jón Anton Verður alveg
erfiðari viðuregnar. Jón Anton farin að sjá vel í Arnar, hringur eftir og 2,6. Eins og ég segi, Þór er komin í slippið á Agnari. það fækka kílómetrunum sem við höfum til þess að klára þetta. Hann er kannski bara að nýta sér fram á síðustu stundu. Það er ekkert fyrir fram að sig að leiða sig í gegn. Agnar missir bílinn! Agnar utan í Jón Þór vegginn kominn í á förustuna. utanverðinni, á leiðin upp brekkuna. Sleppuðu vélaskemmd. Komum skemmd á hægra framhjól og framenda. Það er Arnar að nýta sér eitthvað. Nú síður á Agnari held ég. Já, það gæti alveg verið eitthvað farið að bagna hjá hann í stýri. Skítudekk, já. Næra Losnar hann slippa við sér skemmdina? hérna í gegn, lausa skemmdina, ætti nú að skila sér í mark. Sæmilega. Stiltur, Jón Þór þá að ná sér í sigurinn í fyrstu keppni á þessu keppnistímabili. Jón Þór sigurvegari, Agnar annar, Arnar á pinnanum þriðji, til hamingju strákar, Jón Anton fjórði, Eiríkur að koma hérna og skila sér inn í 5. sæti. Jónas í þar á 7. eftir. Næstur kemur Örn með Steina og Grétar alveg snældu vitlausa fyrir aftan sig. Nær að klára þetta í 7. sæti, Steini 8. Binni. Grétar 9. Binni 10. Ólafur Nói með hraðasta hring í 11. sæti. Arnar F. Sigþórsson á Mean Green Machine 12. Grétar að fara hérna í gegnum S-in í 13. sæti. Binni nær að hanga á 10. sætinu þráttur að hafa þurft að taka auka pitstop þar sem hann prófaði að taka softekkinn. Já. Það var ekki alveg að borga sig. Það borgaði sig ekki alveg fyrir hann. Hann náttúrulega fór inn úr 4. sæti. Þegar hann setti softekkin undir. Gunni með góðan punktirna. Jón Þór með svaka keppni og verðskuldaðan fyrsta sigur. Síðasti maðurinn inn úr opndeildinni núna á milli tímabila. Nær sér í sigur í fyrstu keppni. Vel gert. Já, innilega til hamingju með það Jón Þór. Flottur árangur, búinn að leggja mikið í þetta og búinn að æfa mikið og gera vel. Þannig að þetta er geggjaður árangur. vel að verki staðið. Já. Eins og það var sagt, Jón Þór fyrstur, Agnar annar, Datsun 1-2, stýripinni þriði, Arnar á 9-11, Jón Anton fjórði, Eiríkur Ingi 5, Jónas 7, Örn Elling 7, Steini Sveins 8, Grétar G. Hagalín 9, eftir hörkubaráttu við Steina. Binni 10. eftir hrakfærar á softdekkjunum. Ólafur Nói með hraðasta hring í 11. sæti. Addi 12. eftir hrakfærar á fyrsta hring og Grétar 13. Binni setur hérna í tjattið í lobbyinu að hann hafi óvart farið á soft. Já, ok, það hafi verið misklikk. Það er hérna... Já, það getur gerst. Þetta var glæsileg keppni og alveg greinilegt að þetta verður mjög jöfn barátta í þessari deild í vetur, en núna á þessu tímabili. Já. Þetta var alveg hörku akstur og þetta sýnir okkur líka að ef þú mátt ekki vera of kokki á síkennið, það refsar rosalega þegar og ef þú ferð í það.
Þetta var hörku skemmtilegt reis. Já, Og þú kannski rúllar yfir styrktaraðalinn okkar svona áður en að við það er einmitt það sem ég ætlaði að veðjum. gera. Og gefum mér smá orð, Já, já, ég er samt í örlitlu vandræðum með það. Út af því að það er nýr og svona, það þarf að vera með þetta fyrir fram að sig, sko. Við erum að tala um að þetta er allt saman. Þessi frábæri kapakstur, þessi frábæra lýsing, þessi frábæru iðkendur, keppendur hérna í kvöld, áhörfundunir, brautin, allt saman í boði MS Crafty, hamburgeraból Tómasar, Lavasjó, Dokkabit, Kaldi, 0% að sjálfsögðu, Otto Center, Classic Detail, GT Akademían, Verkfræðistofa Reykjavíkur, Yamaha á Íslandi og Verkfærasalan. Við minnum áhorfendur á afsláttarkóða sem við erum með í verkfærasölunni, Crafty. Ég veit nú ekki hvort ég hef verið að auglýsa fleiri afsláttarkóða nema allavega að biðja leyfi fyrst. Það var nú einhver afsláttarkóði búin að ganga á einhverja síður sem ég veit ekki alveg hvað selur. við eigum eftir að fá leyfi til þess að varpa þeim kóða út meðal almennings, en það er allavega kóði fyrir keppendur. Þeir vita þá hvar er geta nálgast hann. En við minnum ykkur á að ef að þið eru forvitin um að taka þátt í 8. deildinni eins og var áðan, að þá erum við með Facebook síðu, Gran Turismo samfélagið. Þar getið þið kíkt inn og þið getið hent inn öllum þeim spurningum og allt sem þið hafið þetta og allir tilbúinir til þess að svara. Og bara að gera að mæta ef þið eigið leikinn og að mæta. Menn eru að æfa sig ansi reglulega á milli keppna, þannig að það er bara að gera að mæta og fá að vera með og af þeim taka skrefið. Af þeim það bil 50 sem að svona hafa verið og eru að taka þátt og svo náttúrulega alls konar gamla kempur og alls konar sem dett inn í lobby og svona, þá er eiginlega alltaf sérstaklega á kvöldin svona eðlilegum tímum þar sem að fólk er laust, þá eru æfingalobby, þannig að það er bara að gera að skoða það. Já, svona milli 7 og 3 á nætunar. Já, eitthvað svo leiðis á þessum rosalega kristilegu tímum. Svo náttúrulega detta menn inn svona hér og þar, en svo bara að gera líka bara hafa samband við okkur Magga eða einhvern annan, bara einhvern sem þið dettið á í partíi eða lobby eða hvað það er og það er oftast allir mjög tilbúinir til þess að taka sér einhvern í smá kennslu jafnvel og margt sniðugt að fá út úr því. Ég minnum fólk líka á að segja vinum og vandamönnum sem hafa áhuga á hermikapastri og kapastri frá YouTube-in okkar og síðunni og öllu saman. Við viljum endilega bara að sem flestir sem að hafa áhuga á þessu finna okkur. Við viljum helst ekki vera faldir á baku ykkur að veggi. Þannig að það er að gera að segja frá. Og ég veit að það er einhverjir sem að fá fjölskyldu til að fylgjast með og svona, og það er alltaf gaman að því líka og bara bjóðum þau líka velkomin. Og endilega það er einhverjar spurningar að henda inn á samfélagið eða í chatið eða alveg eins og þið viljið. Það líka má benda líka á það að þó að við séum langflestir að keyra með stýri og rigg og pedala og allt þetta, þá er það ekkert nauðsynlegt. Já, það að Arnar sem endar í 3. sæti hérna í kvöld, að hann er að keyra bara á stýripinna. Já, það er einmitt það sem ég ætla að koma inn á. Menn er ekkert endilega hægari þó þið séu bara á gamla góða stýripinnanum. Og það er alveg, við vitum alveg menn sem að eru margir af þeim, eða hluti af þeim bestu í heimi, að þeir eru ennþá að keyra á stýripinna. Já, chasecam og alls konar.
Já. Þannig að það er, ef að þetta er ykkur áhuga, þá þú tapar engu á því að prófa. Nei. Það er bara svo einfalt. Og opnadeildin bara- er náttúrulega hérna fyrsta skrefið fyrir alla og hérna við viljum endilega bara að fólk taki þátt ef það er áhugi fyrir því. Þetta er stórt skref finnst manni sko en maður sér ekki eftir því eftir á. Það er allavega minn reynsla af því að þetta er, já, fyrstu tvær keppnina voru svitabað og stress, það kemur svo. Taugarnar venjast aðeins. Við viljum Já, endilega þetta er minna á líka Magnús að á morgun ætlum við að vera með annar reis. Já, 20:30, er það ekki? 20:30 hefst tímataka, það er fyrsta deildin, þar eru við með 36 ringi. Ingi og Gunni ætla að vera með sérlega vel hljóðblandað streymi. Já. Og svo náttúrulega úrvalsdeildin á miðvikudaginn. Já, má ekki glemma því, saman tíma. 20:30 á miðvikudaginn kemur úrvalsdeildin. Þar er verið að keppa til stórmeistaratitils og hérna. Já, og eins og staðan er að það munar hvað, 3 stigum á 2 efstu mönnunum. Já. Það er alveg svona skringilega lítið bil á milli eftir manna akkurat núna. Já, svona miðað við hvernig árið var á undan. Já. Það er farið að jafna staðins spilið þar á milli. En það er lúksus þegar það eru 48 dagar í Formúlu 1 að hafa kappakstur að fylgjast með. Já. Þetta verður, ég spái því að þetta tímabil verður ekkert nema skemmtun. Það verður mikið skemmtilega baráttur, við erum mikið af skemmtilegum brautum sem við ætlum að keyra á þessu tímabili. Það er bara að gera, muna að setja like á útsendingarnar, subscribe YouTube-brásina, þannig að við fáið tilkynningarnar þegar við förum live. Já, like, share, subscribe eins og hérna, eins og annað hver YouTuberi þarf alltaf að góla í lok hvers vídeós. Já. Hérna, okkur hlakka bara til að taka mót okkur eftir 2 vikur. Já. Og þakkum við bara fyrir og segjum bless. Takk í kvöld.